Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum og næst ætlum við aðeins að fræðast 40 ára afmæli félags kvenna í fræðslustörfum Delta Kappa Gamma og fá að heyra aðeins bara þetta félag. Verið velkomnar, báða tvær. Takk fyrir. Vilt þú kannski bara byrja á því að segja okkur aðeins frá því hvers konar félag þetta? Sko, þetta félag var stofnað í Ameríku reyndar árið 1929 og á þeim tíma voru konur kannski ekki mjög hátt skrifaðar innan menntakerfisins. Það eins og við þekkjum, kvennabaráttan var kannski ekki mjög öflug á þeim árum. Þannig að Annie Blandon, kona út í Texas, við háskólann þar, hún ákvað að það þyrfti að styrkja konur innan þessa geira og stofnaði þetta félag. Og hvenær kemur það svo til Íslands? Til Íslands kemur það 1975 og dálítið gaman að því að það náttúrulega árið sem að við höldum kvennafrídaginn og öll þessi kvennabarátta í gerjun. Þannig það stofnárið í rauninni, þá fyrsta deildin hér á Íslandi stofnuð í Reykjavík. Og það orðin 40 ár síðan. En hvert nú markmið og tilgangur félagsins? Það að styrkja konur í fræðslustörfum og efla áhuga þeirra á fræðslumálum og við höfum líka látið lagasetningar til okkar taka, lesið yfir frumvörp og þannig komið að málum. Og þegar þið talið fræðslustörf, hvað eigið þið við? Já, allar sem að vinna eða hafa unnið við skóla eða það ekki bara kennara, það líka til dæmis skólahjúkrunarfræðingar hafa verið innan samtakana, iðjuþjálfar, þroskaþjálfar, leikskólakennarar, grunnskólakennarar, háskólakennarar. Skólasafnverðir. Já, þannig að þetta í rauninni bara svolítið stórt. Já, bara fræðsla í mjög víðu samhengi. En í dag, nú 2015, 40 ár liðin síðan og félagið ennþá til. Ennþá þörf fyrir sérstakt kvennafélag í kringum þetta málefni? Sko, það má nú kannski deila það hvort það endilega þörf fyrir sérstakt kvennafélag. En ég held að sé alltaf þörf fyrir félag sem að fókusar á menntun og fræðslustörf. Já. Það jú svo stór partur af okkar hérna daglega lífi. Það kannski kemur að því að þetta verði opnað fyrir strákana. Já. Það aldrei að vita. En okkar deild hér á Akureyri og nágrenni, hún var stofnuð 2 árum seinna, þannig að við eigum 40 ára afmæli eftir 2 ár og hún var stofnuð hér á Hótel Kea af nokkrum konum sem aðalega voru grunnskólakennarar hérna á Akureyri og í nærsveitum. Og við erum 3 ár eftir í félaginu sem vorum stofnendur. Vá. Já, konur hafa náttúrulega flutt burtu og sem farnar. En við stefnum að því að fá alltaf til okkar yngri konur. Segðu okkur aðeins kannski frá þessum, þó að það sé hérna á Akureyri, getur þið rifjað það upp fyrir? Já, það kom amerísk kona hér, það var búið að reyna að fá konur til að taka þátt í þessu og við stormuðum í okkar fínasta pússi á Hótel Kea og þar var deildin stofnuð, beta-deild á Akureyri og við vorum þar í góðu yfirlæti og fengum merki samtakana, lykilinn og löbbuðum okkur út af hótelinu seinna kvöldið ánægðar með næluna í barminum og rauða rós sem tákn samtakana. Það hefur verið kraftur í ykkur og samheldni eða hvað? Já, það var það. En fyrst og fremst það sem að mér hefur fundist vera ávinningurinn, það að kynnast þessum góðu konum sem ekkert víst að maður hefði kynnst því að við komum frá hérna með ýmsu skólum. Og svo finnst mér svo gaman í dag að sjá þessar ungu konur, þær eru svo kraftmiklar, öflugar og flottar. Og mér finnst bara gaman í dag þegar ég svona meira hætt störfum að bara fá að fylgjast með þeim. Það náttúrulega skiptir máli endurnýjun, en í hverju eru verkefni fólki núna? Haldið þið upp á afmælið? Hvað gerist? Við heldum í rauninni mjög veglega upp á afmælið síðustu helgi í Reykjavík sem að hóst með málþingi. Það sem að 3 mjög fínar ungar konur sögðu okkur frá því hvernig þeirra líf sem sé málþingi bara yfirskriftina unga nútímakonan og það var mjög forvitnilegt og skemmtilegt því að
þó að það væru allar á svipuðum aldri, þá einhvern veginn voru þeirra áherslur og þeirra líf og störf svo ólík, verulega gaman að heyri þeim. Það líka svo gaman þegar við blöndum saman aldri, að líka allavega líður mér þannig að ekki bara samt að upphefja ungu kynslóðina sem skiptir þó máli í endurnýjunni, en að geta líka lært af ykkur hvaðan við erum að koma, af því að það hefur væntanlega mikið breyst frá því þegar þú sast fyrir 40 árum á KEA. Já. Að horfa tilbaka, finnið þið fyrir að þær sæki til ykkar upplýsingar og reynsluna? Þær gera það, spyrja ýmislegt. Já, ég upplifi þennan félagsskap þannig að það sko þá að sé aldursmunur, að þá mjög mikil eining. Við finnum ekki þennan aldursmun þegar við komum saman á fundum og bara þegar við komum saman. Eftir ákveðin tíma þá fer þetta líka bara svolítið að hverfa. Já. Við erum svo góðar vinkonur allar, enda eru einkunnarorð samtakana eða deildana. Það er vinátta, trúmennska og hjálpsemi. Og ef eitthvað hefur bjátað á hjá konum, þá erum við til staðar og höfum veitt aðstoð. Það er alveg magnað. Ég sé þú ert með bækur á borðinu, er þetta bara... Já, þetta er verk okkar betakvenna hérna á Akureyri. Við vildum heiðra þessa merku konu, Elísabetu Geirmundsdóttur, og í byrjun þá hófum við að fjáröflum með því að gefa út kort, gáum út listaverkakort með myndum af listaverkum hennar og seinna meir þá gáum við út þessa bók í samstarfi við fjölskyldu hennar. Já. Hún starfaði hér í innbænum á Akureyri, ákaflega fjölhæf listakona. Þessi bók, hún hérna aftur á móti, þetta safn fræðigreina og þessi bók var gefin út þegar við áttum 30 ára afmæli. Þannig þetta allt ritrýndar fræðigreinar eftir konur sem eru í félaginu. Þetta aldeilis magnað. Þannig að við vinnum svona ýmsum verkefnum og fáum alltaf til okkar, annarkvort fáum við til okkar fyrirlesara hinn ýmsum málefni sem tengjast fræðslustörfum og menntun, eða við förum á staðinn og skoðum og fræðumst. Að lokum, hvað framundan og hvernig getur fólk sett sig í samband við ykkur ef það hefur áhuga á félagsskapnum? Já, konum boðin þáttaka, þú getur ekki sótt beint. Við ræðum það okkar á milli hvar kannski vantar úr þessum skóla eða hinum, þannig að þá ræðum við það okkar á milli hvort að þetta kona sem við vildum gjarnan fá til okkar í deildina og þá henni boðin þáttaka. Ég hef nú stundum sagt það líka að ef að menn hafa einlægan áhuga fyrir að fara í félagið okkar, að sérstaklega í litlu samfélagi eins og hér, þá þekkja menn einn og annan. Já. Og ef mann hefur einlægan áhuga þá getur mann alltaf komið því svona framfæri að þá veit maður af konum sem mann hugsanlega hefði áhuga, en eins og Hanna sagði þá boðin þáttaka í félagsskapnum. Nákvæmlega gaman að fá ykkur. Já, við þökkum bara kærlega fyrir. Takk fyrir kærlega. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.